Komið sæl. Takk fyrir boðið, forsvarsfólk hjá Almenna. Virkilega gaman að fá að vera hérna og tala um þetta mikilvæga málefni. Við hjá Sjúkratryggingum, við sem sagt höldum utan þessi mikilvægu réttindi sem að sjúkratrygging er. Og þetta er svona það sem ég ætla að fara yfir með ykkur, örstutt, bara hvað er það sem felst í sjúkratryggingu og eins hvaða fólk er það sem er sjúkratryggt á Íslandi. Það er svona inngangurinn til að setja þetta í samhengi. Síðan fer ég yfir í þetta erindi dagsins sem snýst flutninga erlendis og hvernig sjúkratryggingar virka þegar að komið er út fyrir landsteinana. Og það er í rauninni sjúkratrygging. Hvað felst í henni? Það er lögboðinn réttur einstaklinga til að fá greiðsluþátttöku í heilbrigðisþjónustu. Heilbrigðisþjónusta er ýmislegt en kannski ekki síst læknisþjónusta sem getur verið veitt á ýmsum stöðum, lyfseðilsskyld lyf sem eru með greiðsluþátttöku, sjúkraþjálfun og fleira. Og þetta eru svona afskaplega mikilsverð réttindi vegna þess að ef þessi trygging er ekki fyrir hendi þá getur kostnaður einstaklinga við heilbrigðisþjónustu orðið gífurlega hár. Og auðvitað talað það oft í löndum til dæmis eins og Bandaríkjunum þar sem að sjúkratrygging er eitthvað sem er kannski ekki jafn sjálfsagt og við upplifum hér á Íslandi að þetta getur verið bara takmarkandi gæði að hafa. Tíminn er svona naumur, vindum okkur stutt í þetta, hver eru sjúkratryggð á Íslandi og það er svolítið sérstök regla sem gildir hér og hún er svo að það er lögheimilisskráning á landinu sem er svona aðal ábendingin það hvort að maður er sjúkratryggður eða ekki. Það er dálítið algengt að fólk telji að ríkisborgararéttur feli í sér sjúkratryggingu. Það er ekki þannig og það byggir heldur ekki á því sem er mjög algengt í Evrópu að vinna í landinu veiti sjúkratryggingu. Það er fyrst og fremst lögheimilisskráning. Þau sem fæðast á Íslandi og eiga sjúkratryggða foreldra verða sjálfkrafa sjúkratryggð en þau sem flytja til landsins þurfa eftir almennri reglu að bíða í 6 mánuði eftir að lögheimili hefur verið skráð eftir því að fá sjúkratryggingu á Íslandi. Svo eru ýmsar undanþágur frá þessu og þar kannski kemur EES-samningurinn hvað sterkastur inn og fylgisamningar sem sagt tvíhliða við líka Sviss og núna Bretland eftir Brexit. Að ef maður er að flytja frá landi sem er annarkvort land Evrópusambandsins, Noregur, Liechtenstein, Sviss eða Bretland, að þá er hægt að komast hjá því að vera á þessum biðtíma með því að sýna fram á tryggingu í landinu sem maður er að koma frá. Og þetta er vegna þess að, eins og Anna Elísabet nefndi áðan, að þá eru ákveðnar reglur almannatryggingar sem að gilda innan þessa svæðis og þeim er ætlað að auðvelda fólki að fara á milli landa á þessu svæði. Þeim er sérstaklega ætlað að reyna að koma í veg fyrir að fólk lendi í götum og hólum, sé án sjúkratrygginga og lendi í vandræðum. Síðan eru sérstakar reglur sjúkratryggingu fyrir þau sem er að taka lífeyri og þar með talið eftir starfslok og eru að flytja á milli landa innan EES. Þannig að það er svona það sem ég ætlaði að fara yfir fyrst, af því að útlitið er dálítið mikið ólíkt fyrir sjúkratryggingu eftir því hvort að verður að flytja innan EES-svæðisins, þar með talið Sviss og Bretland, þó að það sé ekki EES-lönd, eða út fyrir þetta svæði eins og til Kanada, Bandaríkjanna og svo framvegis. Anna Elísabet nefndi þessa reglu lögheimilisskráningu og það er sem sagt samkvæmt bara lögum lögheimili að þá á að hafa lögheimili eða flytja lögheimili frá Íslandi ef ætlunin er að dvelja erlendis lengur en í 6 mánuði. Það eru ákveðnar undanþágur fyrir sem sagt frá þessu og þá þarf að skoða sjúkratrygginguna sérstaklega en þetta er svona það sem gildir almennt og gildir langt flesta. Þannig í rauninni ef að verður að flytja innan EES-svæðisins, einstaklingur sem er sjúkratryggður í Íslandi flytur til annars lands innan EES-svæðisins að þá er það sem hann á að gera, ef hann ætlar að vera lengur en í 6 mánuði, er að flytja lögheimili sitt til þess lands. Síðan hefur samband við sjúkratryggingar, óskar eftir Evrópuvottorði sem kallast S1 og það er í rauninni staðfesting á því að tryggingaréttindi séu fyrir hendi á Íslandi.
Þessu vottorði síðan framvísað í landinu sem verið að flytja til og þarf að taka tillit til þess að það getur tekið einhver tíma að vinna úr því. Sjúkratryggingayfirvöld í landinu sem flutt til taka við vottorðinu og eiga skrá viðkomandi inn í kerfið sitt eins og hann væri heimamaður þar. Þá maður að ganga inn í öll réttindi sem sjúkratryggðir einstaklingar í þessu landi eiga rétt á. Það samt sem áður þannig að grunnsjúkratryggingin manns, hún helst á Íslandi og þess vegna ef maður að koma til dæmis heim í frí, að þá hægt að láta vita hjá sjúkratryggingum, hafa smá fyrirvara á því endilega og fá þá sjúkratryggingu tímabundið á Íslandi á meðan maður að dvelja heima. Eins þá ef maður ákveður svo að flytja heim að þá með sama hætti kemst maður hjá því að lenda á biðtíma og getur þá bara gengið inn í kerfið á Íslandi aftur. Hins vegar, ef maður ætlar að flytja út fyrir EES-svæðið, að þá kerfið dálítið mikið öðruvísi og má kannski segja að maður sé dálítið meira á eigin vegum, ef svo má segja. Það gildir þessi sama regla, ef maður að fara lengur en 6 mánuði, þá á maður að flytja lögheimili, en það eru ekki þessi sömu réttindi og gildir innan EES að það sé hægt að flytja sjúkratrygginguna sína með sér og ganga inn í tryggingakerfi heimalandsins. Spurning, ef við ekki að geyma það þar til í lokin? Já. Og þá í rauninni það sem gerist að þegar maður flytja lögheimili frá Íslandi, að þá maður ekki lengur sjúkratryggður á Íslandi, maður að flytja út fyrir EES-svæðið og þá gífurlega mikilvægt að bara gæta að fullnægjandi tryggingum í þessu nýja búsetulandi. Og þá eins, ef maður að flytja aftur heim, þá má búast við því að lenda á þessum 6 mánaða biðtíma eftir að komast inn í íslenska kerfið, þá má maður búast við að þurfa að gæta að til dæmis kaupa sér tímabundna sjúkratryggingu hjá tryggingafélagi eða leysa úr því með öðrum hætti. Þessi biðtími að komast inn í sjúkratrygginguna, það vissulega hægt að fá undanþágu frá honum og það svona einna helst ef það eru mjög alvarleg veikindi hjá einhverjum sem hefur kannski búið svona mest alla sína ævi á Íslandi, að þá hægt að koma viðkomandi svona hraðar inn í kerfið, en það samt sem áður undanþága. Þetta þá ég svona búin að fara yfir þessi flutningsmál. Ef maður ætlar að flytja, maður ætlar að fara og dvelja lengur en í 6 mánuði. Það hins vegar mikilvægt og kannski mjög mörg sem að hugatöku eftirlauna að íhuga þetta hér sem núna upp á skjá, sem að ætla kannski að dvelja aðeins lengur en hefðbundin ferðalag, en ætla samt sem áður ekki að vera lengur en í hálft ár. Eru kannski með aðgang á húsnæði, margir kannski á Spáni í Portúgal, ætla að vera í 2 mánuði hér og þar. Þá heldur maður, eins og búið að minnast á hérna áður, þá heldur maður lögheimili á Íslandi og sjúkratryggingu hér. Og þá það, ef maður staddur innan EES-svæðisins, að þá hérna bláa EES sjúkratryggingakortið sem að mörg kannast við, þá það í rauninni lykillinn að því að komast inn í opinbera heilbrigðisþjónustu á sömu kjörum og íbúar dvalarlandsins. Stundum fáum við hjá sjúkratryggingum símtöl og pósta frá fólki sem hefur mjög miklar áhyggjur af því að vera að fara erlendis og vera ekki búin að fá físíska kortið sitt sem sagt í hendur. Það ekki ástæða til að hafa mjög miklar áhyggjur af því vegna þess að það hægt með mjög þægilegum hætti að fá svona bráðabirgðavottorð, svokallað rafrænt vottorð sem kemur í staðinn fyrir þetta bláa kort. Og það hægt að sækja það í rauninni gegnum Ísland.is og fá það eiginlega samstundis í síman ef maður með rafræn skilríki. Það getur líka komið fyrir að því að þetta eru ofsalega margir þjónustuaðilar í yfir 30 löndum sem eru inn í þessu systemi, að það getur algjörlega komið fyrir að einhver bara tekur ekki við kortinu og þá hægt að greiða og fá og sækja endurgreiðslu síðar. Við bendum líka á einkatryggingar og ferðatryggingar og að kynna sér skilmála þeirra, þær eru fyrir hendi. Þær eru innifaldar í mjög mörgum kreditkortum, gilda oft í 90 daga, dálítið misjafnt ímyndi ég mér eftir bara skilmálum. Þær geta oft verið þægilegar að sjálfsögðu og svona veitt góð réttindi og það kannski ekki hvað síst þessi punktur hérna neðst. Ef að kemur að ósk að
láta flytja sig heim vegna einhverja veikinda. Að það mjög mikilvægt að vita að það aldrei hluti af sjúkratryggingum, ekki þessum opinberu sjúkratryggingum, og eftir því sem ég best veit það hvergi í heiminum þannig að ríki sæki fólk sem veikt í öðrum löndum. En hins vegar getur þetta í sumum skilmálum allavega ferðatryggingar sem fólk kaupir sjálft, þetta getur stundum verið inn í þeim. Ef maður í svona tímabundnu dvöl utan EES, að þá erum við aftur komin í svolítið svona óþægilegri stöðu hvað það varðar að maður getur ekki gengið inn í eða getur ekki búist við að ganga inn í sjúkratryggingakerfi dvalarlandsins. Sjúkratryggingar hafa heimild til þess að taka þátt í sjúkrakostnaði ef hann fellur til, en það yfirleitt og greitt eftir á. Og þess vegna bendum við á það að það alveg sérstaklega mikilvægt ef maður komin út fyrir EES-svæðið, út fyrir Evrópu, að huga að einkatryggingum. Þannig að nú erum við komin að lokum hjá mér, bara nokkru punktar frá mér hvað mér finnst að fólk eigi að gæta áður en það hyggur á lengri dvöl erlendis. Það kannski fyrst og fremst þetta sem líka búið að ræða hérna í allavega tvisvar áður, að huga að tímalengd dvalar. Maður að flytja eða maður að skreppa? Skylt að flytja lögheimili? Og eins gott að skoða skilmálana sína. Ég með einhverjar ferðatryggingar sem að kannski fylgja kreditkorti og hvaða skilmálar eru, hvað má ferðatíminn vera langur til þess að þær gildi. Skiptir miklu máli að huga því hvort að maður að fara til land sem innan EES-svæðisins, þar sem hægt að nota sjúkratryggingakortið eða fá vottorð til þess að ganga inn í kerfið þar ef maður að flytja varanlega, því það mjög mikill munur á umhverfinu. Og svo kannski eins og hún Þórhildur Stefánsdóttir nefndi hérna alveg í blábyrjun, bara undirbúningur og huga að aðgangi líka í heilbrigðisþjónustu erlendis. Hvert hef ég hugsað mér að leita ef eitthvað kemur upp á, hvert best að leita og hvaða skref þarf ég að taka til þess að ég geti fengið aðgang að þeirri þjónustu. Þannig að undirbúningur. Og þá ég búin. Kærar þakkir.